Góðan daginn, velkomin á þennan bæjarstjórnarfund sem númer 551. Í dag 16. apríl og klukkan 3. Mætti fundarins eru Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Finney Rakel Árnadóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Þorbjörn Halldór Jóhannesson. Starfsmaður fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Fyrsta mál hjá okkur eru nefndamenn 2022 til 2026 í menningarmálanefnd. Tillaga frá formanni Framsóknarflokksins að Elísabet Samúelsdóttir verði kosin aðalmaður og formaður í menningarmálanefnd í stað Ásgerðar Þorleifsdóttir. Þá verði Kristján Þór Kristjánsson kosin varaformaður í stað Elísabetar. Orðið er laust undir þessum lið. Það hefur enginn beðið um orðið, þá með ég gefum merkið þessu samla. Samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum komin í annar mál á dagskrá sem eru nefndamenn 2022 til 2026 í velferðarnefnd. Tillaga frá formanni Sjálfstæðisflokksins að Ásgerður Þorleifsdóttir verði kosin varaformaður í velferðarnefnd í stað Eyþórs Bjarnasonar. Orðið er laust. Það er enginn beðið um orðið, þá með ég gefum merkið þeirri sammála þessu. Samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum komin í þriðja mál sem húsnæðist áætlun 2025. Tillaga frá fundi 1322 hjá bæjarráði. Fundurinn var haldinn 14. apríl 2025 að bæjarstjórn samþykki húsnæðis áætlun Ísafjarðarbæjar 2025. Orðið er laust. Það hefur enginn beðið um orðið. Þá með ég gefum merkið þeirri sammála þessu. Samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum komin í fjórða mál sem viðauki við fjárhagsáætlun 2025, viðauki nr. 7, framkvæmda áætlun eignasjóðs og þjónustumiðstöðvar. Tillaga frá fundi 1322 hjá bæjarráði, en fundur var haldinn 14. apríl 2025, að bæjarstjórn samþykki viðauka 7 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2025 vegna tilfærslu á framkvæmda áætlun eignasjóðs og þjónustumiðstöðvar. Lagt til að hækka framkvæmdaáætlun þjónustumiðstöðvar 6,1 milljón króna vegna bifreiðar sem pöntuð var í ársbyrjun 2024 og á áætlun 2024 en kom ekki til landsins fyrir í janúar 2025. Kaupverð tækisins 10,1 milljón króna en gert ráð fyrir að selja tæki í staðinn fyrir 0,5 milljón króna. Búið að fara við þörf á tækikaupum á árinu 2025 og það lækkað úr 32 milljónum í 28,5 milljón til móts við aukningu vegna tækis sem var á áætlun 2024. Einnig lagt til að lækka framkvæmdaáætlun eignasjóðs 6,1 milljón. Tilfærslur eru gerðar vegna verktryggingar sem kom nú til greiðslu vegna framkvæmdar Eyrarskjóls á árinu 2019 til 2024 og nemur hún 8,2 milljón króna. Ófyrirséðar framkvæmdir eru lækkaðar 6,9 milljónir og áætlun gatna lækkuð 6 milljónir eða úr 88 milljónum í 82 milljónir. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar 0 krónur. Áhrif viðaukans á sveitarsjóð A-hluta 0 eða óbreytt afkoma 223 milljónir. Áhrif viðaukans á samantekin A- og B-hluta 0 eða óbreytt 995 milljónir. Orðið er laust undir þessum lið. Gylfi, gjörðu svo vel. Já. Akkurat. Við ætlum að taka smá fundalíð, það eitthvað tæknileg vandræði hjá okkur. Það var nú hansi flott ef að afgangur væri svona eins og þarna. Þetta er að sjá auksnið þessi ekki. Sjá afgangin, það 1-0 og mikið. Já. Já. 9 milljarðar. 9 milljarðar. Þetta er alltaf verið að setja nýtt og nýtt svona test á mér, hvort ég lesi þetta upp. Er þetta ekki bara?
Þetta spíkurinn er líka. Segir svo eins og þú Kristján, eitthvað hlusta þessum tíma. Hvað segirðu? Hvar er fundurinn? Ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessu. 551. Þú veist, það er allt hérna, þú veist, hann er alveg að broadcastast og þú veist, það er ekkert sem gefur til kynna að sé ekki í gangi hér. Private? Sko, ef ég fyrir inn á YouTube-brásinn núna, þá kemur dög. Já, ég veit það, en það er samt ekki stóra málið. Alltaf. Já, hann tengi yfir sig að hann geti ekki gera það. Setja það. Ég setja hann á móti þessum gaurum sem eru á þeir. Já, ok. Þið hafið alveg næstu viku. Það þarf að vera eitthvað aðeins sem að hefur pínu lausan tíma. Skemmtilegt sem máli 1 fyrst er Framsókn Ásgerður að fara út fyrir Framsókn og kemur inn fyrir Sjálfstæðis. Já, en sko, Kristján skráður formaður B-lista? Eftir það? Ok, og hvað er verið að segja núna? Í fyrsta máli stendur tillaga frá formanni B-lista Framsóknarflokks. Já, er það ekki? Forseti, tekur þetta til greina? Nú er við útsending. Ok, það er hérna, ætti að heyrist núna þess að sagt er. Þannig að Maggi fer og pröfar eitthvað að finna heyri það. Heyrur í ykkur, Tinna? Heyrist eitthvað? Heyrist ekkert. Verði ég að syngja? Ég ætla nú ekki að gera fólki það að fara. Á ég lesa aftur hérna viðaukan. Ná mér meira vatn. Erum við að byrja fundin aftur þegar það er ekkert búið að strímast og heyrast? Er eitthvað hér? Það er ljós á þessum. Heyrist núna, segir Kristján Andri, en heyrist núna. Já. Heyrist núna. Komið. Herru, þá fyrir að halda áfram. Takk fyrir. Herru, já, komið núna. Og byrjum við frá þar sem var horf. Já, þú veist, við skeytum bara saman upptökunum. Það er hún. Ok. Herru, já. Við vorum að... Ertu búin að taka mjút? Ég er búin að taka mjút, þú getur farið stuttlega yfir æfingu, en varðandi upptökunar þá er bara skipt saman. Já, það voru komin aftur, það er búið að laga hjá okkur tæknivandamálið. Við vorum í máli 4, vorum að klára viðauka og ég sagði orðið laust og Gylfi baði orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilhrendur. Sko þessir viðaukar, við fáum núna 2 viðauka eða 3 jafnvel og þeir eru margir hverjir 0 viðaukar. Ég held að sé ágætt að hérna svona sem sagt
Til viðbótar við það sem í raun kemur fram þarna í þessum viðaukum að þá hefur stefnan verið sú að reyna að draga saman seglin eða finna pening fyrir útgjaldaaukningu og þá endar þetta alltaf á að vera núllviðaukar, sem sagt áhrifin á rekstrarniðurstöðu eru 0 og ég held að það sé bara mjög gott. Það kom fram umræða það hefur komið fram umræði til dæmis í bæjarráði um að þegar að það koma auknar aukin útgjöld að þá ekki alltaf að draga eitthvað annað tilbaka á móti. Ég held hins vegar að þetta sé ágætt að gera þetta svona. Í þessu tilviki er verið að væntanlega draga saman eða fresta gatnagerð og sérstaklega gangstéttum í Tungukverfi og minnka eitthvað aðeins tækjakaupin. Ég held að það sé mikilvægt svona pólitískt tákn þegar það koma útgjaldamál að embættismenn hafi það sem fyrsta valkost að lækka kostnað ekstra annars þar á móti. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá megið þið gefa mér merkið þeir eru samþykkt þessu. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Það eru komin í 5. mál á dagskrá sem er viðauki við fjárhagsáætlun 2025, viðauki 8 vegna kjarasamninga hjá Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna. Tillaga frá fundi 1322 hjá bæjarráði. Fundurinn var haldinn 14. apríl 2025 að samþykkja viðauka 8 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2025 vegna nýrra kjarasamninga Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna. Orðið er laust. Ef enginn beðið orðið þá megið ég gefa merkið þeir samþykkt þessu og þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá er 7. mál viðauki við fjárhagsáætlun 2025 viðauki númer 9 veiting NPA þjónustu. Tillaga frá fundi 1322 hjá bæjarráði. Fundurinn var haldinn 14. apríl 2025 að bæjarstjórn samþykki viðauka 9 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar vegna veitingar á NPA þjónustu. Brýn þörf á aukinni þjónustu frá 1. maí og er því tillaga frá sviðs- og félagsmálastjórum á Vestfjörðum að úrræði verði samþykkt. Kostnaðarauki nemur 20,1 milljón og er mætt með auknu framlagi úr jöfnunarsjóði. Áætlun velferðarþjónustu Vestfjarða hefur jafnframt verið uppfærð samhliða en hækkun er á þátttöku í sameiginlegum kostnaði til Ísafjarðarbæjar. Vegna þessa er 1,1 milljón króna. Framlög frá jöfnunarsjóði eru hækkuð til að mæta þessu. Færsla á ófyrirséðum kostnaði er vegna misræmis á tekjum jöfnunarsjóðs og aðkeyptri þjónustu. Loka útgáfa áætlunar velferðarþjónustu Vestfjarðar og samþykktar áætlunar er sá mismunur því settur til aukningar á ófyrirséðum kostnaði. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er aukinn kostnaður 0 krónur. Áhrif viðaukans á sveitasjóð A-hluta er 0 eða óbreytt afkoma 223 milljónir. Áhrif viðaukans á samantekin A- og B-hluta er 0 eða óbreytt afkoma 995 milljónir. Orðið er laust. Það hefur enginn með orðið, þannig að þið megið gefa mér merki að þeir eru samþykkt þessu. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá er það 7. mál sem er útboð á upplýsingatækni þjónustu fyrir Ísafjarðarbæ. Tillaga frá fundi 1322 hjá bæjarráði en fundurinn var haldinn 14. apríl 2025 að bæjarstjórn samþykkja að taka tilboði lagsbjóðanda í hverjum hluta útboðsins upplýsingatækni þjónustu. Í A-hluta var það fjár- og vettvangsþjónusta, þar er það Orego og fjárhæð 39.672.000. Svo er það hýsingar og rekstrarþjónusta, þar er Advania og fjárhæð 28.847.313 og netrekstur, þar er það Snerpa 34.432.488. Orðið er laust. Gylfi gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta er merkilegt útboð sem að þarna fór fram. Þarna var tölvuþjónustu bæjarins skipt í þrennt, þannig að hver og einn hluti gæti verið sjálfstæður og það skeikaði mjög litlu á lægstu boðum í öllum 3 flokkum og er það til marks góða samkeppni
það eru 3 mismunandi aðilar sem að fá þetta og sá sem að sér þessi mál fyrir Ísafjarðarbæ og skrifar þetta minnisblað fullvissar okkur að það verði ekki til trafala að hafa þetta hjá 3 félögum og til þess hafi nú refirnir verið skornir til þess að byrja með. Ég vil vekja athygli bæjarfulltrúa á seinni blaðsíðu þessa minnisblaðs þar sem að bendir á að þetta auki enn frekar kostnaðar aðhald í tölvukostnaði og netþjónustu. Þetta eru hann segir þarna að ef samningsforsendur ganga eftir sé heildarhagræðing metin á tæplega 35 milljónir króna á ársgrundvelli og það magnað fyrir ekki stærri samninga heldur en þetta. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá með ég gefa mig merki ef þið eru samþykkt þessu og þetta samþykkt með öllum atkvæðum. Þá eru komin í fundagerðir sem verða lagðar fram til kynningar og fyrst það bæjarráð, lögð fram til kynningar fundagerð að fundi 1321 hjá bæjarráði. Fundur var haldinn 7. apríl 2025 og fundagerðin í 7 liðum. Orðið er laust. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Við fengum í annað sinn erindi sem að varðaði griðasvæði hvala í Ísafjarðardjúpi. Við höfðum á fyrri stigum ályktað að það mætti hugsa sér griðasvæði hvala í Ísafjarðardjúpi eins og ferðaþjónustan hafði óskað eftir. Við óskuðum það erindi ferðaþjónustunnar fór svo til ráðuneytisins sem að sendi það svo samhljóða til okkar til þá formlegar umsagnar. Við ræddum fram og tilbaka hvort að við ættum að vera að hafa skoðun á þessu, hvort að við hefðum eitthvað vita á þessu og ég sótti það allavega hart að við myndum hafa skoðun á þessu vegna þess að við getum almennt tala okkur gráhærið það hvað fávisa ráðuneytisfólkið veit lítið aðstæður á staðnum og við getum alveg haft skoðun á þessu. Við töldum hins vegar að þessi tillaga ferðaþjónustunnar að loka djúpinu alfarið væri of drastísk miðað við efni og miðað við þau rök sem að komi fram í brefi hvalveiðileyfishafans. Nú kann fólk að hafa mismunandi skoðanir á hvalveiðum. Þetta eru hrefnur en ekki langreyðar og á meðan að hvalveiðar eru leyfðar þá held ég að það sé ekki okkar hlutverk að setja stærri stein í götu þess atvinnuvegar heldur en rök og forsendur eru fyrir. Og þess vegna gerðum við að tillögu okkar að það yrði vissulega sett griðasvæði og það yrði aðeins minna. Það yrði dregin lína milli Stigahlíðar og Vébjarnarnúpar inn að Innra-Skarði, þaðan yfir á Ögunes og svo þvera firðina yfir í Kampsnes og Arnarnes. Þannig að Skutusfjörðin yrði í raun eini fjörðurinn sem yrði lokaður af og þá væri hægt að sækja hrefnur í lygnan innfjarða sjóin ef að tilefni til. Að sjálfsögðu gerum við áfram kröfu til þessa bæði ferðaþjónustan og hvalveiðimenn síni virðingu hvorum öðrum og við svo sem vitum ekki hvernig þetta endar. En þetta allavega, ég held að þetta sé bara mjög smekkleg tillaga svona að því að ná málamölun á milli þessara tveggja sjónarmiða. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki þá að þessi fundagerð lögð fram. Þá eru komin í 9. mál sem fundagerð frá bæjarráði. Lögð fram til kynningar fundagerð að fundi 1322 hjá bæjarráði. En fundur var haldinn 14. apríl 2025 og fundagerðin í 22 liðum. Orðið er laust. Það hefur engin beðið orðið, þá þessi fundagerð lögð fram. Það var komin í 10. mál, framkvæmdaráð velferðarþjónustu Vestfjarða. Lögð fram til kynningar fundagerð að 5. fundi framkvæmdaráðs velferðarþjónustu Vestfjarða, en fundurinn var haldinn 4. mars 2025 og fundagerðin í 3 liðum. Orðið er laust. Það hefur engin beðið orðið, þá þessi fundagerð lögð fram. Þá það 11. mál sem framkvæmdaráð velferðarþjónustu Vestfjarða. Lögð fram til kynningar fundagerð af 7. fundi framkvæmdaráð velferðarþjónustu Vestfjarða.
Fundurinn var haldinn 11. apríl 2025 og er fundargerðin í 2 liðum. Orðið er laust. Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Á þessum fundi framkvæmdaráðs að þá var verið að fara yfir samning sem að við erum að endurskoða eða KPMG er að endurskoða fyrir velferðarþjónustuna og þetta var svona eitt af þeim skrefum sem er í þá átt að klára þá vinnu sem að við vonumst til þess að klára fyrir sumarfrí. Og ég tel að þetta sé mjög gott skref. Nú er komin smá reynsla á samningin og eins og ég hef áður sagt að þá er gott að taka þetta og nýta þá reynslu sem við erum búin að safna í sarpinn og sníða vankanta og strömlínulaga samningin. Takk. Takk fyrir það, eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki, þá er þessi fundargerð lögð fram. Það voru komin í 12. mál sem er menningarmálanefnd. Lögð fram til kynningar fundargerð af fundi 175 hjá menningarmálanefnd. En fundurinn var haldinn 3. apríl 2025. Fundargerðin er í 6 liðum. Orðið er laust. Elisabeth, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Nú er hann formaður nefndanna, þannig ég ætla að taka hann annir til fyrirmyndar og fara aðeins yfir fundargerðina. Þeir eru ekki margar yfir árið, þannig að fyrsta máli er og stærsta máli hjá nefndinni núna er afmælishátíð Safnahússins, 100 ára afmæli á þessu ári og það verður mikið húllum hæ vegna þessa á 17. júní. Og svo svona viðburðir út árið eftir það og þær eru halda utan þetta Guðfinna og Rannveig sem starfa í Safnahúsinu og listasafninu og bara eru mjög góðum höndum með þær. Það eru með ýmsar hugmyndir og góðar hugmyndir og voru að bera það undir okkur og svo eru það bara að halda áfram þessari vinnu og bara hvetja fólk til að og bæjarbúa til að mæta þegar þessi viðburðir eru og á 17. júní og það verður mjög gaman. Svo er mál svo vorum við að fara yfir styrki til menningarmála fyrir 25. Það voru bárust 28 umsóknir, mjög margar umsóknir. Það er enda bara fundur nummer 2 sem ég hef setið hjá nefndinni en þetta var talsverður fjöldi og sumir að sækja nokkra styrki og þetta voru 3,5 milljón sem var gátt úthlutað og mikið svona litlar upphæðir en það var margir sem fengu styrk þó þeir var ekki stórir og maður sér strax bara einhvern veginn núna í páskavikunni og það eru margir viðburðir í gangi. Mikið af því sem við vorum að styrkja þarna, þannig að það er gaman að sjá það bara rætast og svo bara það sem koma skal. Þannig ég vildi bara segja frá þessu, takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá er þessi fundargerð lögð fram. Það voru 13. mál sem er sameinuð almannavarnanefnd Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps. Lögð fram til kynningar fundargerð af 42. fundi sameinuðar almannavarnanefndar Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps en fundur var haldinn 9. apríl 2025 og er fundargerðin í 6 liðum. Orðið er laust. Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, mér langaði til þess aðeins að rúlla yfir þessa fundargerð í stuttumáli. Þetta er fyrsti fundur sem ég seti í sameinaðri almannavarnanefnd síðan ég tók til starfa og þetta eru þarna nokkuð mál sem að voru þarna á dagskrá og ég ætlaði að benda ykkur á það sérstaklega á eitt atriði og við fengum kynningu þarna á almannavarnaæfingu, þetta er liður númer 3
sem verður haldin hér 17. maí næstkomandi og þetta er æfing á sjó vegna óhapps á sjó og hinga mun varskip koma, það verða einhverju 30 leikarar sem taka þátt og það verða allir kallaði til og þetta mun örugglega ekki fara fram hjá íbúum. Það voru ýmislegt náttúrulega rætt á þessum fundi og svona undir önnur mál svona eftir á og það var þannig eitt mál tekið inn með afbrigðum að beðni Hlyns Snorrasonar lögreglunni og það var bara að halda málinu vakandi varðandi áhyggjum á öryggi vegfarenda í Breiðadals- og Botnsheiðargöngum ef hættuástand skapast og eins og nefndin hefur áður álagtað að skora á vegagerðina og ríkisstjórn að bæta öryggi í göngunum og við erum öll að flagga þessu og minna á okkur og ég vildi bara upplýsa ykkur það að það er náttúrulega eitthvað sem við þurfum öll að hjálpast að gera sko og en síðan já þetta sé nú ekki meira en allavega ég hveti ykkur til kynningur fundagerðina. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég vil bara taka undir þetta með hættuástandi í Vestfjarðagöngum. Við tókum fund í september eða október með vegagerðinni og þá átti þetta að vera á næsta leiti að það kæmi ykkur aðgerðaáætlun. Mér finnst forkastanlegt að það hafi ekki gengið hraðar. Það er ekkert að frétta í 8 mánuði frá því að þessi eldur kom upp og frá því að við komumst að því að vegagerðin er með allt niður sig í þessu máli. Það veit enginn hvað á að gera. Það er fullt af aðgerðum sem að vitað er að geta orðið að gagni og er ekki farið í og eru látin danka vegna þess að það þarf að skrifa ykkur skýrslu sem að ekkert bólar á. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá er þessi fundagerð lögð fram. Þá er það 14. mál, það er skipulags- og mannvirkjanefnd, lögfræðandi kynningar fundagerð 650 frá skipulags- og mannvirkjanefnd en fundurinn var haldinn 10. apríl 2025 og er fundagerðin í 10 liðum. Orðið er laust. Það verður engin beðið orðið, þá er þessi fundagerð lögð fram. Orðamál 15. Skóla, íþrótt- og tómstundanefnd, lögfræðandi kynningar fundagerð af 21. fundi skóla, íþrótt- og tómstundanefndar en fundurinn var haldinn 2. apríl 2025 og er fundagerðin í 7 liðum. Orðið er laust. Það verður engin beðið orðið, þá er þessi fundagerð lögð fram. Þá er það nú 16. mál, umhverfis- og framkvæmdanefnd, lögfræðandi kynningar fundagerð af fundi 156 hjá umhverfis- og framkvæmdanefnd. Fundurinn var haldinn 2. apríl 2025 og er fundagerðin í 5 liðum. Orðið er laust. Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir tilheyrendur. Ég kem hér upp til þess að minna á plokkdaginn, svo kemur fram í fundagerð og framkvæmdanefndar og það var tillaga nefndarinnar að það yrði svona hreinsunadagar í kjölfarið í sveitafélaginu og það er útvarsla á því er í höndum starfsmanna á umhverfis- og eignasviði og við vonum bara að það verði mikil vorstemming og fólk hafi eða verði ekki snjór yfir öllu þarna mánaðamótin þegar þetta er áformað. Þannig að það sé hægt að reynsa til í nánasta umhverfi hvers og eins og ég hvet fólk til þess að vekja athygli á þessu og taka þátt. Takk fyrir. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá er þessi fundagerð lögð fram.
Þá eru komin í 17. mál. Velferðarnefnd. Lögfræðandi kynningar fundargerð að fundi 488 hjá velferðarnefnd en fundurinn var haldinn 8. apríl 2025 og er fundargerðin í einum lið. Orðið er laust. Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir tilheyrendur, ég ætlaði bara að segja það hérna í pontu og lýsa ekki áhyggjum, heldur hérna ánægju minni yfir því að þessi vinna sé í gangi og ég bara vona að þetta verði gott plagg sem að verði hægt að vinna eftir með ekki bara stefnu, heldur hvernig ætlum við að útfæra hana og hvernig ætlum við að vinna að því að ná markmiðunum sem verða sett fram í stefnunni og ekki verða að það verði tímasettar vörður. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá er þessi fundargerð lögð fram og þar með dagskránni á okkur lokið og ég segi þessum fundi slitið.